Nei, Rakel, þú varst að skrifa undir á afmælisdeginum. Hvernig hlýtur þú nokkuð ánægð með þetta sé frágengið? Já, þetta var reyndar alveg löngu ákveðið, þannig að átti bara eftir að skrifa undir. En jú, svolítið alveg fínt að þetta sé búið. Já. Einhver ástæða fyrir ástæðir þetta á afmælisdeginn? Ég skrifaði undir alla samningarna mína á afmælisdaginn, þannig að ég ákvað bara að halda því áfram. Þannig að þetta er svona hefð. Já. Hvernig þá lýst þér á undirbúninginn fyrir tímabilið? Bara mjög vel. Það er fínt að fá að æfa heima núna. Ég ætlaði í Reykjavík fyrir tímabilið í fyrra. Þannig að það verður bara gaman að sjá hvernig þetta er. Takk fyrir það. Þú varst að skrifa þitt 2 ára samning á þér. Kom ekkert annað til greina? Nei, í rauninni ekki. Ég athugaði ekki eins og með neitt annað. Þetta var bara fyrsti kostur eftir að hann kom í úrvalsdeild og Kíll náttúrulega að spila með uppeldisfélaginu í úrvalsdeild. Þannig að það kom ég aldrei til greina. Undirbúningstímabilið er núna fullu. Hvernig hefur þetta gengið? Já, ég flutti til Reykjavíkur og er búinn að vera að æfa með, fengum að æfa með IBVF og fleirum í Reykjavík og það hefur gengið bara ágætlega, það var ákveð. Og við erum bara nokkuð ánægðir með æfingarnar þar, þannig að við erum bara nokkuð bjartsýnir á það, á móti. Það eru nokkru mánuðir í mót, hlýtur að vera komin smá spurningur. Jú, það er alltaf, þessum tíma er þetta alltaf að fara að kýtla, það er svona mesta þreytan og geðir farið úr manni frá fyrra sumri, en jú, þetta er alltaf að fara að kýtla alveg leið og takast á við bestu. Takk fyrir og til hamingju með samning. Takk að þér.